Já, góðan daginn, kæru bæjarfulltrúar og velkomin að fund nummer 492. Bæjarstjórn Grindavíkur haldin hér í bæjarstjórnarsalnum þriðjudaginn 29. janúar 2019, fyrsti bæjarstjórnarfundur ársins 2019 og hefst það núna rétt rúmlega 1700. Okkur er ekkert að vanbúin að byrja og það er fyrsta mál á dagskrá og það er endurskoðun aðalskipulags Grindavíkur 2010 til 2030. Ef ég mætti biðja formann skipulagsnefndar að koma upp og fara aðeins yfir okkur með þetta mál, Guðmundur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Að loknum sveitarstjórnarkosningunum 2014 þá ákvað bæjarstjórn að ráðast skyldi í endurskoðun á aðalskipulagi bæjarins. Það er núna sem að sú endurskoðun er svona að fara í svona seinni farveginn og hér er lagt til að það verði haldin forkynning og þar að leiðandi þá væntanlega íbúafundur sem að svo sem verið að stefna að í febrúar með helstu breytingarnar. Það er svo sem ekki engar stórkostlega breytingar sem verið að leggja til en helstu svona breytingar sem er að leggja til, það má skipta því í 4 flokka. Það er breytingar sem nú þegar hafa verið gerðar á gildandi aðalskipulagi og breytingar vegna nýrar skipulagsreglugerðar og meðal annars framsetningin á þessu aðalskipulagi sem hér er til umfjöllunar. Það eru örfáar stefnubreytingar sem hafa verið að vinna að og síðan er breytingar vegna uppfærslu á tilvitnun í lagaákvæði og þess háttar. Ef ég svona stikla á stóru varðandi þær helstu breytingar sem hafa verið gerðar á núgildandi aðalskipulagi er til dæmis fráveitulögnin frá Svartsengi til sjávar hjá HS Orku. Iðnaðarsvæði í sjö hefur verið stækkað. Deiliskipulag fyrir Brimkitil þar sem að framkvæmdir fóru hér fram 2016 og 17. Hafnargata 4 og Víkurbraut 34 hefur verið breytt í verslunur á þjónustusvæði vegna reksturs gistiheimila á þessum stöðum. En breytingar vegna skipulagsreglugerðar fela meðal annars í sér að kirkjugarður fær sér landnotkun, íþróttasvæði fá sér landnotkun og aðrir landnotkunarflokkar svo sem nýjir eru meðal afþreyingur á ferðamannastaðir sem að hafa breyst svolítið mikið til hins betra. Stefnubreytingar svona helstu sem að hafa verið svona unnið að frá því síðast er svo að á stóru reit milli iðnaðarsvæða I4 og 5 var skipulagi frestað en svæðið hefur fengið landnotkun og opið svæði. Þar var áður áætlað jafnvel að reisa stórt iðnaðarver en fallið hefur verið frá þeim hugmyndum og hafa þar bara opið svæði og ekkert þar. En á iðnaðarsvæði I5 þar er áætlað orkunotkunarsvæði í Eldvörpunum og það eru skilmáleiðir því, það er líka hverfisverndað þannig að inngöngum má bora þar eftir heitu vatni ef það er notkunarhæft en jafnvel reisa stöðvarhús en ekkert lón þannig að það verður alltaf að fara annað hvort ofan í jörðina þar sem eru nú þegar niðurdælingarholur eða að færa það til sjávar. Þannig að þarna eru náttúrulega líka náttúruperlur sem við viljum geta skoðað og inn í þessum hverfisvernduna ákvæðum er talað að þetta svæði verður líka verið opið fyrir ferðamanninn og okkur sem vilja fara og ganga þarna en að sjálfsögðu þýðir það líka að þarna með væntanlega HS Orku þarf að fara í stígagerð þannig að þetta verður ekki allt labbað út á suður eins og er vísir að í dag.
Þannig að það þarf að passa vel upp á þetta svæði þannig að bæði það að orkunotkunin og mannskepnan eyðileggi ekki svæði. Þetta eru svona helstu breytingarnar. Það verður farið vel yfir þetta á opnum fundi, íbúafundi sem verður auglýstur seinna og væntanlega verður núna í febrúar og það verður gaman að fá sem flesta. Ég get til dæmis nefnt að þannig að til þess að hvetja fólk til þess að koma eitt svæði það sem verður að taka hér til er notkun á stígum í kringum bæinn. Það verður að reyna að skipta þessum stígum niður annars vegar eingöngu reiðstíga og aðra stíga. Og menn hafa sjálfsögðu mismunandi skoðanir á þessu og við höfum reynt að hlusta á hlutaðeigandi aðila og fáum væntanlega sjónarmið á íbúafundi en síðan mun skipulagsnefnd leggja til við bæjarstjórn ákveðna flokkun á þessum stígum. En það á að reyna að gera það í samráði við íbúa bæjarins. Takk fyrir. Takk fyrir Guðmundur, fagna því og hlakka til að mæta á þennan íbúafund. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Skipulagsnefnd samþykkir drög að tillögu til forkynningar á endurskoðun aðalskipulags 2018-30 samkvæmt 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og skipulagsnefnd leggur til að bæjarstjórn samþykkir drögin samkvæmt ofangreindum texta. Það er þessi drög frá Eflu verkfræðistofu að tillögu og endurskoðun aðalskipulags Grindavíkurbæjar 2018-2030. Þeir sem eru samþykkið því þá vinsalegast réttu upp hendi og það eru 7 hendur á lofti. Það er annað mál, það er Ægisgata 2A umsókn byggingaleyfi. Það er erindi frá BGVF Framtíðar Áform EHF varðandi breytta notkun á starfsemi Ægisgötu 2A og umsókn byggingaleyfi lagt fram. Skipulagsnefnd samþykkir breytta notkun á starfsemi við Ægisgötu 2A úr mjölgeymslu í verksmiðju og geymslur. Hafnarstjórn hefur ekki gert athugasemdir við breytingarnar. Skipulagsnefnd samþykkir byggingaráformin. Byggingaleyfi verður gefið út af byggingafulltrúa þegar fullnægjandi hönnunargögn berast. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn og ofangreint erindi verði samþykkt. Leggur frá nánari kynningu á þessu eða allir, einhvers vill taka til máls. Þá legg ég þetta undir atkvæðagreiðslu. Já, fyrir ekki. Þetta var ekki að framtíðar áform, þetta er framtíðar form. Já, er það ekki? Já, mér fannst þetta dálítið skrítið að lesa þetta. Já, að PGV framtíðar form EHF. Leiri til sér með. Takk fyrir þetta Guðmundur. En já, þá bara vísum við þessu mál til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir tillögu skipulagsnefndar, eins og rétt upp hendi og það eru 7 hendur á lofti. Þriðja mál, það er Hafnargata 18, það er umsókn byggingaleyfi. Það er erindi frá Vísi EHF varðandi umsókn byggingaleyfi vegna Hafnargötu 18. Skipulagsnefnd samþykkir byggingaáformin. Byggingaleyfi verður gefið út af byggingafulltrúa þegar fullnægjandi hönnunargögn berast. Skipulagsnefnd leggur til að bæjarstjórn samþykki byggingaráformin. Vil ég fá einhverja nánari kynningu á þessu? Þetta er nú inniháttar breytingar á einhverjum gluggum og svo framvegis. Einhvers vil taka til máls. Ekki þá vísum við þessu til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir tillögu skipulagsnefndar. Það eru 7 hendur á lofti. Það er 4. mál, það eru búðir, það er umsókn byggingaleyfi. Það er erindi frá Jakob Einarsyni varðandi umsókn byggingaleyfi. Skipulagsnefnd samþykkir byggingaráformin. Byggingaleyfi verður gefið út af byggingafulltrúa þegar fullnægjandi hönnunargögn berast. Til að biðja Guðmund formann skipulagsnefndar aðeins að fara yfir þetta með okkur. Gjörðu svo vel Guðmundur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eftir að þessi fundur skipulagsnefndar fór fram þá hafa gögn borist sem eru aðeins misvísandi. Meðal annars
stærð lóðar á eldri lóðalegu eða kaupsamningum og núverandi kaupsamningi og svo lóðalegu samningur við bæinn til eign, lóðin eign bæjarins sem gerð, sá lóðalegu samningur var gerður 1967. Þannig að það misræmi í kaupsamningum núna og 2005. Þannig að ég legg til að við frestum þessu máli til þess að komast í botns í stærð lóðarinnar sem þetta fælst aðalega í þessu tilfelli. Þannig að ég legg til að þessu máli verið frestað. Nei, þetta bara spurning að fá að byggja húsið. En við verðum að komast að því og fara ofan í kjölinn á stærð lóðarinnar áður en við klárum þetta mál. Takk fyrir. Takk fyrir Páll Valur. Fleiri sem vilja taka til máls? Nei, því Guðmundur, já. Já, það rétt hjá þér. Guðmundur Páll, já. Já, þakka fyrir innskotið. En ef ekki, þá leggur forseti til að þessu máli verði frestað. Sem samþykkið því. 700 þar, málinu frestað. Það var að 15 mál. Hraðfrystir úr Þórköllustað, það umsókn byggingarleyfi og það erindi frá Fjórhjólaævintýri EHF breytta notkun á starfsemi og umsókn byggingarleyfi fyrir Þórköllustað 3 lagt fram. Nú skipulagsnefnd samþykki breytta notkun á starfsemi við Þórköllustað 3. Skipulagsnefnd samþykki byggingaráformin. Byggingarleyfi verður gefið út af byggingafulltrúa þegar fullnægjandi hönnunargögn berast. Skipulagsnefnd leggur til að bæjarstjórn samþykki byggingaráformin. Einhver sem vilja fá nánari útlistun á þessu? Einhver sem vilja taka til máls? Nú ef ekki, þá legg ég þetta mál undir atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir tillögu skipulagsnefndar vinsamlegast réttið upp hönd. Það eru 7 hendur á lofti. Það voru konið 7. mál. Það er Hólmasund 6, stækkun á byggingarreit. Það er erindi frá HH Smíði, EHF stækkun á byggingarreit við Hólmasund 6. Skipulagsnefnd samþykki stækkun á byggingarreit og óverulegri breyting og deiluskipulagi sem greitt verður af lóðarhafa. Byggingarleyfi verður gefið út af byggingafulltrúa þegar fullnægjandi hönnunargögn berast. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að samþykki erindið. Einhverjir vilja nánari útlistun á þessu, óverulega breytingar þarna. Einhverjum sem við að ljá máls. Ef ekki, þá leggjum við þetta undir atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir tillögu skipulagsnefndar. Það eru 7 hendur á lofti. Þá eru konið 7. mál og það er Víkurhóp 16 til 22 og það er breyting á deiluskipulagi. Það er erindi frá Bólafelli EHF leyfi til að fara í deiluskipulagsbreytingu á Víkurhóp 16 til 22. Skipulagsnefnd samþykki beiðni lóðarhafa að fara í breytingu á deiluskipulagi við Víkurhóp 16 til 22. Leggja þar breytingar á deiluskipulagi fyrir skipulagsnefnd. Allur kostnaður sem af þessum breytingum hlýst skal lóðarhafi bera. Nú skipulagsnefnd leggur til að bæjarstjórn samþykki erindið. Ef ég maður rétt, þá var þarna að minnka íbúðunar og fjölga þá úr 3 upp í 4. Bara besta mál, mati forseta. Einhverjir sem vilja nánar útlistun á þessu? Einhverjir sem vilja taka til máls? Nú þá leggjum við þetta undir atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir tillögu skipulagsnefndar vinsamlegast rétt upp hönd og það eru 7 hendur á lofti. Þá er það 8. mál. Það er Víkurhóp 59 umsókn breytingu á deiluskipulagi. Og það er erindi frá Verkbæ EHF varðandi umsókn leyfi til deiluskipulagsbreytingar á Víkurhópi 59. Skipulagsnefnd heimilar Verkbæ EHF að fara í breytingu á deiluskipulaginu við lóð Víkurhóps 59. Umsækjandi skili fullnægjandi gögnum fyrir skipulagsnefnd. Nú skipulagsnefnd leggur til að bæjarstjórn samþykki erindið. Einhverjir sem vilja fá nánari útlistun á þessu? Einhverjir sem vilja taka til máls? Páll Valur? Nei, ég ætla bara að samþykkja það. Já. Þú ert svo snöggur, já. Herði, já, þá leggjum við þetta mál undir atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir tillögu skipulagsnefndar vinsamlegast rétt upp hönd. Það eru 7 hendur á lofti og það er meðal ennþá hönd Páls.
Þá það 9. mál. Það verðbraut 1, breyting á skipulagi. Fyrirhuguð uppbygging á lóð við verðbraut 1. Teknar eru fyrir tillögur að óverulegum breytingum á skipulagsáætlun, aðalskipulagi Grindavíkur 2010 til 2030 og deiliskipulagi miðbæjar, hafnarsvæði og gamla bæjarins dagsett í janúar 2019. Breytingarnar eru gerðar vegna breyttra landnotkunar og fyrirhugaðar uppbyggingar á verðbraut 1. Skipulagsnefnd samþykki breytingarnar og að fari verði með þær sem óverulegar og greindar kynntar í 4 vikur samkvæmt annarri málsgrein 37. greinar og annarri málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Skipulagsnefnd leggur til að bæjarstjórn samþykki óverulegar breytingar á skipulagsáætluninni samkvæmt ofangreindum texta. Og einhverjir hér sem vilja nánari útlistin á þessu? Einhverjir sem vilja taka til máls? Nú ef ekki, þá leggjum við þetta mál undir atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru sammála tillögu skipulagsnefndar vinsamlegast réttið upp hönd. Og það eru 7 hendur á lofti. Og þá það 10. mál. Og það Kalka, sorpeyðingastöð Suðurnesja. Kynning á mögulegri sameiningu SS og sorpeyðingastöð Suðurnesja, SS Kölku og Sorpu. Og eftirferðandi var bókað á stjórnarfundi nr. 499 hjá Kölku. Viðræða nefndir Kölku og Sorpu ásamt ráðgjöfum Capacent og stjórnum fyrirtækjanna hafa unnið að sameiningaviðræðum frá miðju ári 2016. Eftir þessar ítarlegu viðræður og yfirferð stjórn Kölku sorpeyðingastöðar SF sammála að sameining fyrirtækjanna geti verið mjög góður kostur fyrir sveitarfélögin með framtíðar hagsmuni og umhverfissjónarmið að leiðarljósi. Nú máli komið á að stiga góðar upplýsingar og hugmyndir liggja fyrir á hvaða grundvelli hægt að kynna mögulega sameiningu fyrir bæjarstjórnum sveitarfélagana. Á þeim forsetum samþykkir stjórn Kölku sorpeyðingastöðar SF fyrir sitt leyti að vísa frekari ákvörðunum framhaldmálsins til bæjarstjórna sveitarfélagana á Suðurnesjum. Fyrirkomulag kynning á málinu verði framkvæmt í samráði við fulltrúa bæjarstjórnanna. Reykjanesbær hefur samið við ráðgjafum að gefa álit á stöðu mála í sameiningaviðræðum Kölku og Sorpu. Grindavík býðst að gerast aðili að þessum ráðgjafastörfum. Nú, orðið laust, þá sem vilja sjá sig þetta. Ef að kannski forsetið setur sjálfan sér þá fyrst hann að mælendaskrá að sjá við í gögnum að Haukur Björnsson það ekki frá sem að sami við Reykjanesbæ og gefa eitthvað svona ráðgefandi álit fannar að ef ég mætti kannski biðja þig að koma svo eftir mér að fara aðeins yfir málið en forsetið svona lýsir við smá áhyggjum af þessari skýrslu hvort þetta sé svona einhliða skýrsla sem komið frá Capacent og ef af verður þá náttúrulega alveg ljóst að Reykjavík hefur öll trompa sína heldi að það að segja fer með 75% eigna hlut ef af verður og þeirri atkvæði muna ávallt skipta sköpum í allum ákvarðanatökum. Þannig að það svona væri gott að áliti forseta að fá fleiri áliti í þessu en Fannar ef ég mætti biðja þig fyrst að koma og gefa okkur aðeins innsýn í þetta. Gjörðu svo vel. Já, forseti og góðir bæjarfulltrúar. Eins og forseti nefndi þá hefur nú þessi aðdragandi verið nokkuð langur. Þangað til að því komið núna að stjórn Kölku vísar því til bæjarstjórnarna hér á Suðurnesjum að ákveða með framhaldið. Ég held að hafi verið í apríl líklega 2017 sem að Capacent var með kynningu hér á Suðurnesjunum og kom hingað meðal annars til okkar, til Grindavíkur og ræddi þar kosti og galla þess að þessi 2 félög, Sorpa og Kalka myndu sameinast. Og ef ég maður rétt að þá var kannski helsti ábatinn sem að talin var felast í því fyrir Suðurnesjumenn að þessari sameiningu yrði, það var kannski sá að hámars afkastageta brennslustöðvarinnar í Reykjanesbæ, hún var svona komin nokkurn veginn að þolmörkum og það væri ekki líklegt að mikil íbúafjölgun hér eða auki magn til brennslu hún myndi annað því verkefni og það að bæta betur og stækka brennsluaðstöðuna gæti orðið fjárhagslega mjög þungur baggi fyrir Kölku. Kalka hafði ekki alls fyrir löngu
gengið í gegnum mikla fjárhagslega endurskipulagningu árunum 2013 og 14 má ég segja og eftir það hefur nú fjárhagur hennar mjög vænkast og það má segja að jafnræði gildi eða ríki milli þessari tveggja stöðva svona að hlutfalli með íbúafjölda þannig að sameiningi standar ekki á því en þessi fjárhagslegi kostnaður sem að myndi fylgja stækkunarstöðvarinnar, hann gæti verilega staðið í heimamönnum hér og eins var nú minnst á félagsformið þarna. Kalkað er rekinn þannig að það er einföld ábyrgð á öllum skuldbindingum, einn fyrir alla og allir fyrir einn, þannig að það er þetta ganga að hverju sveitarfélaginu sem er ef illa færi nú fjárhagslega sem er nú engin svona merki núna að verði. Sorpa er hins vegar rekinn þannig að það er eiginlega svona sameignar-félagsformið á því, þannig að það er aðeins ábyrgð hvers sveitarfélags að hlutfalli með íbúatölu, þannig að það er svona ákveðin vörn í því að vera undir því formi. Og svo má segja líka að Suðurnesjamenn árið 2017 borguðu að meðaltali það byrja 40% hærra sorpeyðingargjald og sorpurðunargjald heldur en höfuðborgarsvæðið að meðaltali og það var talið líklegt að þetta myndi geta lækkað að öðru óbreyttu útgjöld heimilanna hér á Suðurnesjum, þessi sameining, líka fyrir það að það væri ákveðin fjárhagsleg hagræðing í því að sameina. En auðvitað fylgdu þessu ókosti líka og kannski eins og nefnt var hérna áðan, ekki síst þeir að Reykjavík verður auðvitað mjög dóminerandi eftir sem áður í sameinuðu félagi og þó það sé einhverju þröskuldar sem að komi í veg fyrir það að þeir geti ráðið öllu, að þá eru þeir hins vegar mjög atkvæða miklir eðli málsins samkvæmt inn í þessu félagi. En það hefur verið bent á það að það sé rétt að fara að kynna þetta mál á nýju. Ég held að það kannski blasir nú alveg við, hvort sem það er nú Capacent og eða ráðgjafinn, þessi ráðgjafi sem Reykjavíkurbær hefur ráðið til sín, Reykjanesbær fyrirgefðu, ráðið til sín og þá hafa nú verið bæði kosningar síðan og það hefur verið mannabreytingar í stjórn og svo framvegis, þannig að einhvern veginn sýnist manni það vera viðblasandi að það sé rétt að fá hreinlega nýja kynningu á þessu, kannski frá Capacent á nýjan leik og þá þessum ráðgjafa óháða sem að vinnur þá fyrir sveitarfélögin með hagsmuni þeirra hér á Suðurnesjum fyrst og fremst að leiðarljósi. Takk. Já, takk fyrir þetta Fannar. Forseti vill kannski líka bæta við að hún Ásrún Helga Kristinsdóttir, hún situr nú í stjórnkölku og það sem við veit að hún hefur tjáð okkar hefur líka breyst er að eftir að við fórum að Suðurnesjum að flokka sorpið, þá hefur myndast svigrúm í brennsluofninum sem var í raun og veru orðin bara vel þéttur áður en það er sem sagt með flokkun þá hefur náðst góður árangur þar. En eru fleiri sem vilja taka til máls? Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég hef ávallt verið frekar skeptískur á þessa sameiningu. Það sem að stóðu sem mest fyrir þrifum var náttúrulega með þessi mikla halli á Kölku og mikill skuldabæki sem að hefur náðst niður og fengum hana afskriftir og fleira. Bræðsluofnið var komin á tamp og var ekki hægt að taka á móti meiri sorpi segi ég, en það hefur breyst með tilkomu flokkunarinnar. Það sem stendur náttúrulega út af borðinu og hermir upp á okkur Suðurnesjamenn er það að ekkert sveitarfélag á Suðurnesjunum vill taka við neinu sorpi til urðunar, því sem ekki fer til bræðslu. Og til þess að geta átt þetta ein og sér hér á Suðurnesjunum þá þurfum við náttúrulega að hafa eitthvað svæði undir urðun, því að það fer ekki allt í bræðslu og ekki flokkun. Og ef við getum það ekki, þá er okkur nauðugur eitt kostur að sameinast. Ég gerir mér alveg grein fyrir því. En ég trúi ekki að við látum steita á því máli því að stæðsti hluti fer að sjálfsögðu í bræðslu.
mér skilst að í brennsluvirkju, mér skilst að 1/3 af sorpi núna sé flokka frá, þannig að því sem áður fór í brennslu, það er 33% sem núna fer í flokkun og endurvinnslu, sem er mjög gott. Ég tel að við höfum þetta er eina brennslustöðin á landinu og við erum hún er að eyða því sorpi sem verður að fara í brennslu frá sjúkrahúsum og fleiri aðilum, og það er spurning hvort að það hafi verið hvort það hægt að rukka meira fyrir það gjald að brenna því sorpi til þess að reka þetta betur, því að með þetta magn sem fer núna í flokkun þá er hægt að taka móti meira sorpi. Ég man ekki betur líka að inn í þessu hafi verið það ákvæði að við þyrftum að greiða hærri sorpeyðingagjald í einhver ára á eftir. Ég man eftir því á einhverju kynningafundi að það var sagt við okkur til þess að halda þessum 10% sem að við áttum að eiga í sameiginlegu fyrirtæki, þá þyrftum við áfram að greiða hærra gjald heldur en aðrir. Og ef einhver mann betur þá rekur hann með á gat bara, en ég man ekki betur. Þannig að ég væri alveg til, og mér hefur alltaf fundist allar kynningar vera svolítið einstefnulegar, bara með sameiningu. Ég veit að núverandi forstjóri hefur lagt á það mikla áherslu að keyra þetta mál í gegn. Og ég hef ekki verið sáttur við það að mér finnst við ekki dregið fram alla þá ókosti sem því fylgja í þessari sameiningarferli. Hvort svo sem að því verði ekki, getur svo sem vel verið. En ég er ánægður með það og hlynntur því að stærsta sveitarfélagið hér á Suðurnesjunum skuli þá fara í pínu hlutlausari skoðun á ferlinu að ég tel. Með fullri virðingu fyrir því sem hér hefur verið gert. Því að ég man eftir þessu fundi sem haldinn var hér frá Deloitte og öðrum í dúshúsum sem var svolítið á einn veg. En hvort að ég verði því að við saminum það kemur svo bara ljósa haldinu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðmundur. Hjálmar, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er mjög margt sammála síðastu ræðumanni, en það sem að við megum ekki gleyma er það að mér er í sjálfu sér alveg sama hvort að við eigum þetta eða sameinumst. Mér finnst það að þarna verða að skoða, og eins og við búum ekki söguna núna, ég skildi það aldrei að út með eina brennsluofnin á landinu og við fáum allt sjúkrahús það sem fylgir því að brennaði hjá okkur en flytjum svo sorpið annað, en við vorum að borga meira í sorpið gjöld. Var þá rétt lagt á það að vera með þessu einu verksmiðju sem þjónaði öllu landinu, eða það er fullt af svona spurningu sem er ósvarað. En ég held að aðalatriði sé það að við séum að borga sambarlegt í sorphirðugjöld og önnur sveitarfélög í kringum okkur. Þá er ég ekki að tala um hérna á Suðurnesjum. Þannig að það er svolítið mikið atriði fyrir mér að við séum á sambarlegum, því að lög og reglur, og Guðmundur minntist hérna að það vill enginn hafa urðunarstaðinn í sínu sveitarfélagi. En síðan hvað verður leyft að urða árið 2030? Ég er ekki alveg tilbúin til að meta allt þetta, ég er svo sem engin Nostradamus í þessu, en það er fullt af hlutum sem þarf að velta fyrir sér, og það er aðalega sko að það er hérna þjónustan og við greiðum svipa á aðrir. Ég vil velta því upp, og ég svona velti því líka fyrir mér, Reykjanesbær ríður og Vaðir fær einhver til að meta þetta, hann Hauk til að meta og svara ákveðnu spurningur sem ég líst líka vel á, en ég held kannski það hefði átt að fara í gegnum sambandssveitarfélag á Suðurnesjum. En ég tek undir það, ég vil fá hérna kannski annað álit og
og það mjög erfitt að meta þetta og taka einhverja afstöðu með á móti því, selja það saminast og eins og ég segi, ég maður þarf frekar upplýsingar en það mjög gott að fólk velti þessu fyrir sér. Þetta getur bara skipt þó nokkuð máli. Takk fyrir þetta Hjálmar. Fleiri sem vilja taka til máls. Páll Valur, gjörðu svo vel. Rásti og góðir bæjarfulltrúar. Já, ég tek bara undir með þeim sem hafa talað hérna. Þeir eru kannski núna eins og Guðmundur og Hjálmar og þið sem hafi verið í bæjarstjórn síðustu kjörtímabil hafa vita svona kannski þekki stöðunum vitunum við. Maður er svona að reyna að glöggva sig á sem er að lesa í gegnum þessi drög og skýrslur en ég fengum mjög góðan póst frá henni Ásrúnu í gær þar sem hún skýrir þetta svona fyrir okkur og maður svona verður smá skeptískur eins og Guðmundur segir og maður er alltaf svona hálfhræddur við sameiningar ef við lendum undir í atkvæðamagninu og þetta verði Reykjavík komið til með að ráðasöll en eins og Fannar nefndi þá er alltaf ýmsar bremsur hvað það varðar í stórum ákvörðunum allavega en ég er alveg fullkomlega sammála það að við eigum að fá nánari kynningu á þessu frá Capacent og skoða þessa framkvæmd og þessa sameiningu frá öllum hliðum. Þannig að við séum með alveg belti og axlabönd þegar við erum að gera þetta. Og ég tek líka undir með Hjálmari að hvað varðar að borga sorphirðugjöld. Við séum þá stöndum þá jafnfætist öðrum í kringum okkur ef við erum að fara í svona samningu. Við sem ekki borga meir en aðrir. Það er náttúrulega alveg frálegt finnst mér. En ég segi að við þurfum bara að skoða þetta betur og fá sér kynningu og sjá þetta frá öllum vinklum. Það er lykilatriði. Takk fyrir Páll Valur. Fleiri sem vilja taka til máls? Nú, forseti tekur undir þá. Ég er svo sem varandi það hvort að Capacent ætti að koma eftir að kynna þetta fyrir. Þá forseti kannski pínu efins sem að þeir væri kannski réttið aðalinn til þess að ég er svona áhyggjur af því eins og Guðmundur kom inn á að mér skilst það að Jón Arnfjörð, forstjóri, sem er búinn að segja upp störfum og er að bíða eftir að hætta en hann hefur viljað keyra þessa sameiningu gegn áður en hann hættir störfum. Og hann er, að mér skilst, dálítið svona, ég veit ekki, kannski litaður, þetta er alltaf algjörlega hans skoðun í málinu og þá oft ef maður óskar eftir skýrslu frá stórum fyrirtækjum þá er ofta eftir að ráða stjórna þess útkomunni, þannig ég svona, maður vill fara hlið. Forseti leggur allan myndi vilja leggja til að fela bæjarstjóra að það hefði kynnt önnur kannski kæmi aðrir að málunni og myndi kynna þetta fyrir bæjarstjórn. Þannig að það er allan svona til að forseta að halda þá áfram í málið þannig. Fela bæjarstjóra að vinna þetta mál áfram. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þá ég bara leggja það til þeir sem eru sammála því að fela bæjarstjóra að halda áfram með málið og afla frekari gagn og frekari kynninga fyrir bæjarstjórn að greiði þjárkvæði. Með umræður, já. Akkurat. Já, takk fyrir. Þá er það 11. mál. Það er breyting á samþykktum stjórn og fundarsköp Grindavíkurbæjar. Á fundinum 1505 fundi bæjarráðs var lögð fram til að breytingum á samþykktinni þannig að á eftir öðrum tölulið 3. kafla í 47. grein bæjarmálasamningsins verði fellt inn ákvæði öldungaráð. Bæjarráð vísar málum til bæjarstjórnar og tillagan er tekin til fyrri umræðu. Ég skils að það þarf að samþykkja þetta á 2 bæjarstjórnarfundum. Ekki rétt hjá mér bæjarstjóri, já. Þannig að þetta er út af stofnun öldungaráðs, þannig að einhverju sem vilja taka til máls hér, bara vísu þessi til atkvæðagreiðslu, þeir sem eru samþykkir samhljóða að vísa tillögunum til síður umræðu bæjarstjórn, minnst rétt upp hendi og það eru 7 hendur. Þá er það 12. mál, að Félagi eldri borgara í Grindavík, það er samstarfssamningur árið 2019. Fyrir liggur samningur milli Grindavíkurbæjar og Félags eldri borgara skipulagt félagsstarf fyrir eldri borgara í Grindavík til 31. desember 2019. Bæjarráð hefur samþykkt samninginn og er hann lagður fyrir bæjarstjórn til staðfestingar. Einhverju sem vilja fá uppiröfinu útlistun á þessum samningi? Einhverju sem vilja taka til máls? Já, Fannar, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar.
Þessi samningur núna nú fremlenging á öðrum sem hafði verið í gildi núna fram að síðustu áramótum eins og fram hefur komið og gildir í 1 ár. Í honum tekið fram að útistofan sem að eldri borgarar hafa haft til afnota upp á síðkasti að hún verður tekin til annarra nota í sumar þannig að þeir hafa ekki afnota af henni þá fyrir en ekki lengur en til 30. júní og þá taki annað við frá ágústmánuði svona eftir því sem að aðstæður leyfa. Það búið að skoða nokkra möguleika í stöðunni aðstöðu fyrir eldri borgara þá fyrst og fremst kannski til bráðabirgða og Kvennó hefur verið skoðað og Kvikan í fyrra og nefndir útistofunni sjálfri og eins aðstæða í reiðhöll hestamannafélagsins Brimfaxa sem eldri borgarar skoðuðu í fyrra ásamt með starfsmönnum bæjarins og leist ágætlega á og núna fyrir nokkrum dögum og þá fórum við á fund forsvarsmanna hestamannafélagsins og skoðuðum aðstöðuna þarna á nýjan leik á Brimfaxa. Það í sjálfu sér ágætis aðstæða sem allir helgi séu full sæmdir af. Það þarf þó að gera þarna nokkrar breytingar á húsnæðinu sem kosta nú sitt en hestamenn eru allir að vilja gerði til þess að leysa málin farsalega og koma til móts við eldri borgara í leiðinni. Þannig að boltinn svolítið hjá þeim núna, stjórninni þar, að samþykkja að bæring geti tekið aðstöðuna þarna á leigu einhvern tíma og þá þyrfti að skoða það jafnframt hvað myndi kosta að gera hana hentuga fyrir starfsemina sem eldri borgarar þurfa og hvort að kannski þær framkvæmdir myndu lenda á bænum sem að síðan yrði borga niður einhverju leyti minnstakosti með leigufjárhæðinni. Og ég held að þetta sé nú svona besta lausnin í stöðunni. En svo má ekki gleyma því að á fjárhagsáætlun þessa árs að þá áætlaðar 50 milljónir til þess að forhanna varanlega góða aðstöðu fyrir eldri borgara og talsveit meiri framkvæmdafé á næsta ári. Þannig að vonandi hillir undir það á næstu misserum að það fari að sjást til nýrar aðstöðu fyrir eldri borgara en fram að því þá þurfum við auðvitað að sinna þessu sómasamlega þannig að eldri borgarar hafi þá aðstöðu sem þeir þurfa. Takk. Takk fyrir þetta Fannar. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Nei, nú ef ekki þá leggjum við þennan samning til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkið þessum samning vissulegast réttið upp hönd og það eru 7 hendur á lofti. 13. mál, það kemur bara strax í framhaldi. Það beiðni viðauka vegna samstarfssamnings milli Grindavíkurbæjar og félags eldri borgara í Grindavík 2019. Og það var það samstarfssamningin við félag eldri borgara. Bær og leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka að fjárhæð 50.000 krónur og hann verði fjármagnar með lækkun á handbæru fé. Einhverjir sem vilja taka til máls þar? Ef ekki þá bara vísum við þessu til samþykta. Þeir sem verið samþykkið því vísast réttið upp hönd og það eru 7 hendur á lofti. Þá er það 14. mál og forseti verður að viðurkenna það. Ég hef nú gaman á þessu málu og svona fyrir svona kannski einhvern sem kemur að mölinni þá þetta mikill skóli fyrir mig að lesa mig til þetta og þannig að þetta, já, mikill skóli að lesa refa og minkaveiðar. Nú fyrirliggja tillögur að reglum refa og minkaveiðar í Grindavík og bæjar á vísa reglum til samþykktar í bæjarstjórn. Og þarna, já, eru útlistan í einhverjum reglum sem bæjarstjórn hefur sett upp á svona skjali hvernig á að innheimta þetta. Þannig að ef einhverju sem vilja taka til máls varðandi refa og minkaveiðarnar. Hjálmar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og svo sem búin að samþykkja þetta í bæjaráði og ég held að við séum bara með gríðarlega góða reglur hérna að svona einhvers konar samningi að því að hamla það að þetta gangi nú
laust og því að við eigum gríðilega mikið land, mikið fuglalíf og mikið af túristum og svona og þetta hefur legið aðeins niðri á árum áður og þessar reglur eru bara prýðist góðar að mínu viti. Við höfum verið með menn sem hafa sinnt þess að sóma og það er svolítið athyglisvert þegar menn fara yfir reglurnar að þetta er talsvert mál og þarf að vera mjög skilmerkilegt og það þarf að geta dýrafriðin á lögum og það er að mörg að hyggja, skráningur og fleira. Við höfum ákveðið að fara svona okkar leið í þessu en að virða lög og reglugerðir og ég ætla nú ekki að hafa langan fyrirlestur en þeir sem hafa sinnt þessu þeir vita hvað eru hlaupardýr og hvenær þetta er friðað og annað og hafa sinnt þessu bara að sóma. Þannig að ég held að þetta sé bara gríðarlega góð uppfærsla hjá okkur og að vera að sinna þessu núna eftir langa tíma sem að við höfum í raun og veru ekki sinnt þessu mál nógu vel. Og þess ber að geta það eru, ef við talaðum þá sameinaða sveitarfélag sem sé Suðurnesjabær eða aðalega Sandgerðismegin, þar hefur verið ráðinn maður bara til slíkra og þar er gríðarlegt æðavarp og kríuvarp og annað sem að við eigum alveg mögulega að ná upp hérna. En til þess þá þarf að halda þessum varnir í. Þetta var nú svona bara aðeins að ég varða að segja ég held sé bara gríðarlega gott mál fyrir sveitarfélagið okkar. Þú sem vegna aldursvegna þá var ekki látað að beygja og náði í þetta. Takk fyrir þetta, Hjálmar. Einhverjir fleiri sem vilja tjá sig reglurnar varðandi refa og minkaveiðar? Nú ekki, þá bara leggjum við þær upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir þessum reglum vinsast réttu upp hönd og það eru 7 hendur á lofti. Það er þá 15. mál. Það er gönguleið sjávartengdar minjar. Og Grindavíkurbær var úthlutað styrk upp að krónum 3 milljónum úr uppbyggingasjóði Suðurnesja vegna verkefnisins gönguleið sjávartengdar minjar í Grindavík. Og ég ætla bara að hrósa honum ekki til Sólbergi fyrir þessa vinnu sem hann raun og veru nýbyrjaður en strax svona farin að hella sér á fullu verkefnin og fekk hæsta styrkin úr uppbyggingasjónum og virkilega vel gert. En bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka að fjárhæð 3 milljónum króna á rekstrareininguna 5421 menningi minjar sem fjármagnaðar verði með 3 milljónum króna tekjum og sömu rekstrareiningu. Einhverjum sem vilja tjá sig þetta? Helga Dís, gjörðu svo vel. Bæjarstjórar og aðrir bæjarfulltrúar. Já, ég vildi eiginlega bara koma upp til að hrósa honum Eggerti fyrir þessa vinnu sem hann hefur lagt í og bara þetta er gríðarlega flott og bara verkefni og ég er gríðarlega spennt að sjá bara með framvindu þessar mála. Ég ætla eiginlega bara að koma upp til að vekja athygli að þetta er mjög flott verkefni sem er að fara í gang. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Helga Dís, vel orðað. Fleiri sem vilja ljá máls? Nú, þá bara vísum við þessu til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir tillögu bæjarráðs vinsælast réttuð upp hönd og það eru 7 hendur á lofti. Það er 16. mál. Það er vegagerðin og það eru minnispunktar vegna fundar og það eru lagðir fram minnispunktar vegna fundar með vegagerðinni 10. janúar 2019. Ef ég mætti biðja bæjarstjóra Fannar að koma og útskýra kynna okkur þetta mál. Já, forseti góðir bæjarfulltrúar. Við höldum nú fundi svona nokkuð reglulega með vegagerðinni eða höfum gert núna síðustu misserin í aðdraganda þess að Grindavíkurvegurinn færi í miklar endurbætur sem hefur nú auðvitað ekki farið fram hjá neinum og mikið gleðiefni en kostnaðar við
framkvæmdirnar á síðasta ári var verulega meiri heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir, þannig að það gekk nú kannski svolítið ískyggilega á fjárveitinguna sem var í hendi og einhverju fór óttast það með réttu núna í kringum áramótin að það yrði ekki til fjármagn að ljúka verkefninu á þessu ári eins og til stóð. Fyrsti áfangi búinn felst í því að ljúka breikkun svona í sikkurum endanum, annars vegar við Seltjörnina og hins vegar að afleggjaranum við Bláa lónið. Það er búið að setja vegrið á jaðrana og allt tilbúið til þess að aðskilja akstursstefnur en miðjan er eftir og þar verður breikkunni mest og þar verða fram úr aksturskaflar og þetta kostar auðvitað heilmikla peninga. Þannig að við höfum að þessu áhyggjur og það er svo sem búið að bíða svolítið eftir að ná fundi með Vegagerðinni en það tókst þarna í 10. janúar og þá voru nú þau gleði tíðindi eins og framkemur í minnispunktum, eða minnisblaði sem að Vegagerðin tók saman eftir fundin, að það var talið að það veri búið að full fjármagna þetta verkefni. Og síðan gerist þannig bara í morgun á fundi umhverfis- og samgöngunefndar að samgönguáætlun eða sá kaflina sem fjallaði framkvæmdir við Grindavíkurveginn var samþykktur og vísað til Alþingis. Þannig að það er eiginlega má segja, ég ræddi nú við Vilhjálm Magnússon í dag, fulltrúa og nefndarmann í þessari nefnd, hann sagði að þetta væri auðvitað formsins vegna ætti að samþykkja þetta sem lög frá Alþingi en það eru litlar líkur og öðru en það tækist enda stendur Vegagerðin heilsu á bakvið okkur í þessu verkefni og þetta er auðvitað mikið fagnaðarefni að þetta verði gert með þessum hætti og útboð mun fara fram. Núna einhvern tímann svona kannski mars-apríl skilst mér og áætluð verklok fyrir veturinn segja þeir, en skulum segja þó veturinn verður nú byrjaður að þá á þessu ári verður búið að ljúka þessu framkvæmdum og með því í lokin að setja vegrið á miðjan veginn og þá er þessu merka áfangur nú lokið sem að bæjaryfirvöld hafa veitt sér mjög fyrir upp á síðkastið og á svona með góðum stuðningi ýmissa heimamanna hér og að ráðamanna og fjárveitingavaldinu og svo framvegis. Og nú vildi líka minnast á kannski punkt nr. 2 í þessari samantekt sem að Vegagerðin gerði og það er undirgöng undir Grindavíkurveg hérna bara við húshornið hjá okkur. Það eru þó nokkur ár síðan, kannski 2010 sem að var búið að hanna þessu göng. Þannig að það þyrfti ekki að fara á gangbraut yfir Víkurbrautina. Þegar farið væri á milli hvað sem við bæjarhlutana, austurs og vesturs, það eru auðvitað mikil svona gangandi umferð á hjólandi, börn ekki síst sem að fara þessar slóðir á leiðinni heim til sín úr skóla eða í íþróttastarfsemi og svo framvegis, þannig að það var búið að ræða það núna fyrir í vetur á þessum vettvangi. Það kanna það hvað þyrfti til að endurvekja hugmyndir þessi göng. Og það kemur fram hér í þessum bókunum að það ætti ekki að vera mikil fyrirstaða hjá Vegagerðinni að ganga til þessa verks og þeir munu borga megin hlutan að þessu meira segja að því gefnu að Grindavíkurbær borgi gangstéttir og aðkomuleiður og svo framvegis sem nú kannski bara hluti af deiluskipulagi og aðalskipulagi hjá okkur. Þannig að þetta voru eiginlega mikið gleðitíðindi en nú þarf eiginlega bara ákveða framhaldið og skipulagsnefndin þyrftir hreinlega að taka þetta inn á sitt borð og málið og athuga það hvort að þetta yrði ekki hreinlega bara gert að tillögu. Vegagerðin er með ákveðið fjármagn, ég held 200 milljónir til svona öryggis framkvæmda og þeir voru ekki búin að eyrnamerkja neitt inn á þetta ár þannig við eigum þannig kannski bara peningvísan í þetta en þetta skipulagsnefndin og síðan þá bara bæjarstjórnin í framhaldinu myndi taka málið formlega fyrir og ákveða hvort að þessu yrði og þá yrði sótt á Vegagerðin að fara í þessa framkvæmd og hönnunin liggur fyrir, lítt breytt held ég og eru þarna lagnir sem maður hafði svona vissar áhyggjur af að stæði vegi fyrir því að þetta yrði framkvæmt nema með miklum kostnaðar, hitaveitan, kalt og heitt vatn og hvaðina. En þeir segjast munu sjá allar þær breytingar ef við skildið á rétt, þannig að þeir vilja ekkert fyrir sér verkefnið ef við viljum fara í þetta og okkar hluta munu standa við það sem okkur snýr.
Og svo þetta fleiri punktar sem að ég kannski til ekki ástæðu til byrjins að fara yfir og skýra þessi meira sjálfur. Takk. Já, takk fyrir Fannar. Einhverjir sem vilja taka til máls? Páll Valur, gjörðu svo vel. Fórsti og það getur bæðið fullur og ég vil bara þakka Fannari fyrir þessi yfirferð yfir þetta. Þetta því ber að fagna öllu sem hefur verið að gera hér á Grindavíkurveginum síðasta árið og hérna fyrir bæjarstjórn og þeir sem börðust fyrir því að fá fjármagn inn í þessar framkvæmdir. Það mjög gleðilegt, löngu tímabært og hérna þótt þegar ég hef nú svona aðeins verið að fuss yfir þess ég áttaði mikið alveg á þessum framkvæmdum og kannski fór mest í taugarnar á manni hérna gatnamótin inn á Bláalóninu sem manni finnst alveg frekar afleitt framkvæmd sko. Þá ég samt mjög ánægður með það sem að gerast og hérna og það fréttir sem að Fannar var að færa okkur núna að þetta sé inn á fjárhagsáætlun og það hafi verið samþykkt í samgönguáætlun í morgun þrátt fyrir stormasaman fund að hérna þá ég mjög ánægður með þetta. Ég held að við ættum að eins og með undirgöngin inn í bæinn og eins út í golfvöll þá náttúrulega frábært að vera þetta að fara í þessar framkvæmdir af því að það virðist vera allavega jákvætt og fjármagn til og efni til í þetta þá hérna fagna ég því og ég held samt eitt sem ég myndi vilja koma sem tillögu að sko að því þetta nú þessi mál eru góðum farvegi að þið skrifið smá greinargerð kannski og birta á heimasíðunni þær framkvæmdir sem hafa átt sér stað og það sem kannski liggur fyrir og svona vegna sem maður fær alveg rosalega mikið spurning út í bæ þessi mál og hérna það svolítið erfitt að svara maður ekki alveg með á hreinu, ég verður bara viðurkenna það sko. Þannig að var kannski svona sniðugt að bara svona tillaga, því ráðið alveg hvort þið farið eftir því ekki að skrifa smá greinargerð, hún þarf ekki að vera löng, það sem er 10 þær framkvæmdir, það tala eins myndavél sem hafa nú aldeilis valdið upp óróa í bæjarfélaginu og annað, bara svona skýra út hvað að gerast, svona jákvæð, þetta mjög jákvæða fréttir sko, finnst mér, þetta mjög jákvætt fyrir bæjarfélagi það sem að gerast í málum á Grindavíkurveginum og hérna því ber að fagna. Maður finnur það bara sjálfur þegar ég keyri Grindavíkurveginn 2 eða 4 sinnum á dag í rauninni og mér finnst bara, ég finn fyrir meira öryggi, breiðari vegur og allar þessar framkvæmdir er svona miða því að lækka lágmarkshraðann og mér finnst það bara takast nokkuð vel sko og maður bara verður jákvæð gagnvart þessu og fögnum þessum framkvæmdum og því sem að stendur til að gera. Takk fyrir Páll Valur. Ég veit ekki að Kristín Marja hafi verið að hlusta og hrósa henni fyrir það sem hún er búin að gera fram að þessu. Hún er virkilega gaman að lesa bæði Facebook og heimasíðu Grindavíkurbæjar. Mikið nýjar fréttir og uppfært, vel gert. Einhverjir fleiri sem vilja taka til máls? Þá bara snúum við okkur að næsta máli, 17. máli. Það kynnisferð varðandi félagsaðstöðu eldri borgara sem lagt fram af forseta og formanni bæjarráðs og við höfum í hyggju að fara núna á 50 daginn upp í Borgarnes að skoða aðstöðuna þar, félagsaðstöðu fyrir eldri borgara og fleiri og íbúðir og okkur langar enn til að að fá sem flesta að fá bæjarstjórna með og fleiri starfsmenn bæjarins, þannig að Fannar, vilt þú kannski aðeins útskýra hvernig þú hugsa þetta? Eða Hjálmar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, hugmyndin er að fara og var nú bara svona að bera svar því sáðu það voru ekki gögn svo sem undir málinu en svona til að upplýsa og þá nýja bæjarfulltrúa. Við fórum í slíka vettvangsheimsókn 2016-15 eða hvað það, við fórum allavega það sem heitir Árborg í dag, fórum á Selfoss og þar sáum við svona útfæðslu á félagsheimili með íbúðum sem að liggja upp að og fólk þarf ekki að fara út. Þetta er svona mjög skemmtileg samsetning hjá þeim á Selfoss og við heilluðumst að þessu. Fyrir utan félagslega þáttin sem að fylgi því að geta alltaf
geta sótt allt sem í boði á sveitarfélaginu og þurfi ekki að fara út í kulda og hálka og vetur minnur okkur nú alvarlega á það núna. Og við heilluðumst mjög þessari hugmynd og það svo sem í samstarfssamningnum okkar að það að byggja slík félagsheimili og byggja síðan íbúðir upp á frjálsum markaði í kring og hafa þetta allt á einu svæði. Ég hlakka mjög mikið til þessara heimsóknar í Borgarnesi sem ég skilst að sé til fyrirmyndar. Þar sem sé hjúkrunarheimilið og þar búa eldri borgarar og svo heilsugæslan. Þetta svona samansett, þetta endur á frábærum stað þarna í miðbænum. En ég held sér tilvali fyrir bara bæjarfulltrúa og starfsmenn bæjarins að fara í slíka heimsókn og sjá hvernig þeir hafa þetta þar því að við þurfum að svona fara að renna af stað með það að fara að fylgja þessu verkefni eftir. Já, takk fyrir þetta, Hjálmar. Kannski tímasetningi sem við hugsaum það væri að leggja stað hérna klukkan 1 á fimmtudaginn ef að svona nokkurn veginn, svo við tilkynum það ekki. Já, það sést. Já, nákvæmlega. Þannig að hérna, já, einhverjum sem vilja tjásum fyrir það heimsókn? Já, og kannski hérna fannum svona bara praktíski hlutir ef bara þáttaka væri þá tilkynnt í þín upp á farakost og svo framvegis. Og hérna, gott að vera rútu eða langferðabifreið, hvað sem hentar. En ef engin annar ætlar að taka til máls núna þá sem sagt rjúfum við útsendingu og gerum matarhlé.